Herðu, sýni ykkur hérna á SketchUp, hvernig það virkar. Ég er komin hérna á sketchup.com og við förum hérna í Products og förum hérna í SketchUp Free. Og þá notum við svona VF-útgáfu af þessu forriti, því við ætlum ekki að kaupa forritið. Síðan smellum við hérna á Start Modeling og þá ætti þetta að koma upp hjá okkur. Þetta er bara þrívíddarforrit forrit, þess að teikna í þrívídd. Þetta er einn því nota af verkfræðistofum, arkitektum, við teikna hús og byggingar og þess háttar. En við ætlum að teikna svolítið í þrívídd með þessu forriti. Ef það myndi nú vera að opnast. En það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að teikna eitt hús sem er einmitt það sem þið gera í verkefni 1 og þá ætla að læra svona á bara grundvallar undirstöðu atriðin. Ok, Start Modeling. Ok, þannig að hérna höfum við þessa konu hérna, þannig að við vitum cirka bát hvað 2 metrar eða er mikið eða metr 1 mikið. Bara sem svona referens, annars skiptir hún engu máli. Við getum alveg tekið hann og valið hann og gert delete. Þarf ekkert að vera hana, við erum ekkert að byrja að teikna með eitthvað ákveðnar stærðir, við erum bara svona myndrænt. En hérna til vinstri eru það sem við erum að nota mestmegnis, hérna til hægri er, ég veit ekki hvort við förum eitthvað í það bara kemur það bara í ljós. En það sem er til vinstri það er það sem við ætlum að fikta með. Og það sem maður gerir oftast í þessu SketchUp er að maður er að teikna fleti og sér hann svona tósamorða út, þannig að það verður til þrívídd. Þannig að hérna er þessi algengasti hnappur sem er að teikna kassa. Og þá getur farið hérna að smelta, íta mústakna einu sinni. Ég þarf ekki að halda henni inni. Ég er ekki að halda músinni inni hérna. Og síðan bara get ég smelt svona eitthvað. Og þá er ég komið hérna með flöt. Ég get hérna lift þessum flötu upp með því að fara í hérna valhnapp. Þetta er push-pull. Þannig að ég smetla hann. Þá get ég farið hérna á flötun og leið og ég fer yfir flötun þá verður hann svona, lýsist hann svona upp svona. Og ef ég smetli hérna með músinni þá get ég tósað þetta upp eða niður. Ok, nú ef ég held inn miðjutakkan á músinni, núna sjáum við það er gott að vera með mús. Ef ég held inn miðjutakkan á músinni þá get ég snúið vjúinu. Ef ég skrolla miðjuhjólið á músinni þá get ég zoomað inn út. En það er líka hægt að gera þetta allt saman hérna í þessum hérna valnavegi. Hérna eru að orbita, það er að snúa vjúinu. Hérna eru að pana, og þá getum við fært okkur til hægri og vinstri. Hérna eru síðan að zooma inn, út. Þannig að ef þau eru ekki með músina þá getur alltaf notað þessa hérna featuresa. Sem vilja fara út úr þessu þá bara velja þetta hérna. En það sem ég vil núna gera er að ég vil gera þak. Þannig að ég vil byrja að teikna hérna línu hérna þvert yfir þakið. Og þá get ég farið hérna blýant hérna til þess að teikna line. Og þið sjáu að þegar ég er á kantinum hérna á þessu línu þá kemur on edge sem þegar ég er á línunni. En ef ég fer hérna í miðjuna þá verður þetta svona ljós, grænn, blár einhvern veginn litur og þetta er midpoint. Þannig ef ég smelli hérna með músinni, ég þarf ekki að halda henni, þá get ég teikna hérna og þið sjáu að þetta er græn lína, það þýðir að hún fer eftir græna ásnum, þar að segja við erum að fara beint áfram. Ef ég gerir svona þá er ég að fara eitthvað skátilegar, en ef þetta er grænt þá er ég að fara akkurat í rétta átt. Kamila, við aðeins að taka þessu upp? Ég er að taka þessu upp. Herðu, já, ok. Ég er að vinna heima frá mér. Þannig að þarna teikna ég bara einn línu. Og það sem ég vil gera núna, ég vil smetla á þetta hérna tól. Það stendur move. Það virkar þannig að ef ég fer á einhverja línu, til dæmis þessa, og ef ég smetli á músina, ég þarf ekki að halda henni, ef ég smetla hana, þá er ég bara að taka þessa línu og færa hana til. Og þá færist þessi fleti til. Alltaf. Ég ætla ekki að færa þessa línu til, en ég ætla að íta á escape. Íta á escape, teka þetta tilbaka. Það er oft gott að íta bara escape ef maður er fastur og vill ekki gera eitthvað, hætta við. Það sem ég vil gera, ég vil taka þessa línu, miðlínuna, ég smetla músin núna og ég ætla að færa hana beint upp og býja til svona þak. Og passa ykkur á því að ef þessi punktalína er svört, þá er ég að færa þakið eitthvað svona ská upp.
En ef ég er að fara beint upp, þá sjáu þið að hún verður blá. Verður svona blá punktalína og það stendur on blue axis. On blue axis þýðir ég er að fara beint upp. Beint lóðrétt upp. Og þá líka ef ég horfi á húsið frá hlið, þá sé ég að þetta var akkurat eins og ég vildi hafa það. Núna ætla ég að teikna eitt stykki stromp, fallega stromp. Það er örugglega flóknast í þessu verkefni. Ég ætla bara að zooma aðeins inn á þakið. Ég ætla að teikna línu. Sko ef ég teikna flöt, sjáu þetta, ef ég teikna hérna flöt, svona kassa, þá er þetta flötur sem kemur svona ská. Þetta er ekki það sem ég vil gera. Ég ætla að gera undo með Ctrl-Z, taka blýanti minn hérna og ætla að byrja bara einhvers staðar hérna að teikna. Ok, og ég ætla síðan að fara beintir út til hliðar og þá er ég on red axis, þá er ég að fara beint til hægri, smelli bara hérna einhvers staðar á hérna, og síðan ætla ég að fara beint niður, þá er on blue axis, og síðan kemur on face, þannig að þarna veit ég er að fara beint niður og ég er á þakinu, ég er on face, það er þakið. Smelli aftur á músina og síðan fer ég hérna í byrjunarreitin og þá er ég búinn að teikna hérna þríhyrning. Nú sé þetta svona þríhyrning hérna og núna get ég farið í push-pull og ef ég smelli hana þríhyrning þá er ég komið með svona og þá get ég breytt þessum strompi eins og mér sýnist. Ok, fallegur strompur kominn, flott. Nú ætla ég að gera hérna tröppur. Þá ætla ég að gera eitthvað svona, þetta er bara eins og segja með auganu. Kannski full stórar tröppur mér, en skiptir ekki öllu máli. Glæsilegar tröppur og gera hurð. Pinkulítil hurð með þessar rígstóru lappir. Nei, tröppur. Og ég ætla bara að ýta inn í hurðinni aðeins inn. Það er ekkert, þetta hús er ekkert holtað innan, við munum gera það seinna. En síðan vil ég gera hérna hringlaga glugga. Það geri ég með því að fara hérna í, þannig hérna, og þá get ég valið hérna hring. Teikna eitt stykki hring hérna, fer í push-pull og sjá hvað push-pull er algengt. Og þá er það komið.